Góðir Hamraborgarbúar, ég heiti Þórir Steingrímsson og ég er formaður ykkar Hamraborgaráðs. Mér er þess að ánægja að fá núna tækifæri á til þess að gefa ykkur skýrslu liðið ár og þá ekki síður liðin ár, vegna þess að eins og kannski margir vita að þá eru mikil umskipti innan Hamraborgarinnar og margir hverjir eru nýjir og ég beini nú ekki síður orðum til þeirra þegar ég er að flytja þessa skýrslu, vegna þess að ég þarf aðeins að koma þeim betur inn í með hvað hætti Hamraborgaráðið var til og hvað það var sem eiginlega var til þess að þessi bygging var stofnuð og hvernig svo henni var haldið við í gegnum árin. Eftir Hamraborgaráðsfund sem er boðaður hérna í Hamraborginni, það er að segja í Hamri, þá ætlum við auðvitað að vera með okkar skýrslu efnahagsreikningana, það er að segja reikninga Hamraborgaráðsins fyrir árið 1999. En áður ég kem að því að þá vil ég aðeins snúa mér að Hamraborgaráðinu sem slíku, húsfélaginu sem tók við að félagi húseiganda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi og það gerðist árið 1992. Ég held að ef að menn líta nú á upphafið eins og það liggur fyrir, að þá var það árið 1972 sem að kom að byggingar að hófust, það er að segja að það voru þarna gerðir ákveðnir samningar við Kópavogskaupstað og í upphafi var orðið, þó svo að aðrir vilja halda því fram, að undan því hafi verið hugmyndin. Á þessum tíma dreymdi menn sérstakann sambýliskjarna, þar sem allt færi saman, sameiginleg afnot bílastæða, garður og stutt í alla þjónustu og svo framvegis. Draumur ekki ósvipað þeim sem menn þekkja í dag í Smáranum var vakin upp og gerði að veruleika. 68 kynslóðar hugmyndin í framkvæmd. Þann 27. september 1972 og 10. nóvember 1972 gerðu Kópavogskaupstaður og Tresmíði Hákons og Kristjáns, Magnússonar Baldvinssonar og miðbæjarframkvæmdir SF, svo og Borgir SF og miðbæjarframkvæmdir SF þann 17.10.1973 og 18.10.1973 samninga byggingu sem nú nefnist Hamraborgin. Í þessum samningum vísaðist til skilmála og greinagerðar fyrir miðbæ Kópavogskaupstaðar dagsett 18. janúar 1972 afnot bygginga og lóðar. Það má segja að í þessum skrifum hafi verið að finna hugmyndina að orðinu Hamraborgin. Þegar byggingar aðilar afhentu fyrstu eignunni í þessari húseign þann 7. júní 1975, þá höfðu þeir skömmu áður eða þann 16. maí 1975 stofnað félag húseigenda í fyrsta áfanga miðbæjar Kópavogi samkvæmt samningum sem að þeir gerðu við Kópavogskaupstað eins og áður getið, eða þann 27. september 1972, 10. október 1972 og síðar 17. og 18. október 1973. Það verður að segjast eins og að á þessum tíma eins og þarna kemur fram, að þá höfðu menn auðvitað mynda með sér þarna ýmis konar verktakar mynduðu með sér aðra undirverktaka og hófu þarna framkvæmdir á þessum stað sem að Hamraborgin er í dag. Þeir sem kannski þekkja eitthvað til Kópavogsbæjar eða þekktu til Kópavogskaupstaðar áður en að þessar framkvæmdir hófust munu eflaust hvað var hér á þessari hæð á þessum tíma. En framkvæmdirnar hófust af fullum krafti og svo var það að gerður var ákveðin samningur, lóðalegu samningur af milli Kópavogskaupstaðar og Hamraborgar, þar að segja Hamraborgarsamtakana, þar að segja félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi, og í samkvæmt 18. greininni þá kvað við nýjan tón sem ekki hafði borið á áður, en það voru skilmálar sem að það sem að svo kvöð hvíldi á lóð þessari, að öll óbyggð svæði lóðarinnar, svo að það yfirborð bygginga á lóðinni sem sýnt sem garður á meðfylgjandi uppdrætti bæjarverkfræðings Kópavogs dagsett 7.7.1975 og inngangur á það svæði
opinn almenningsgarður. Kópavogskaupstaður ákveður ætíð útlit og skipulag svæði þessara og óskylt að hafa samráð við leigutaka þessi atriði, en leigutaki í þessu tilviki það eru byggingaraðilarnir. En Kópavogskaupstaður kostar rekstur svæða þessara. Jafnframt hvíla þar kvaðir á lóðinni sem að meðfylgjandi reglum. Nú skulum við aðeins líta á þetta orð hérna reglum á eftir. Samkvæmt meðfylgjandi reglum fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum kunna að leiða. En reglur þessar eru hluti samnings þessa. Takk eftir því að reglur þessar eru hluti samnings þessa. Sama gildir gjöld samkvæmt reglum þessum, kvaðir eru jafnframt dagvíktunarstofnun og spennistöð í almenningsgarði og í innréttingu bensínstöðvar í norðvesturhorni lóðar. Og hvað þýðir þetta? Jú, það þýðir það að allir húseigendur hafa keypt sig inn í þessi vandræði, það er að segja. Þær kvaðir hvíla á hverja eign samkvæmt þeim samningi sem þarna gildir og við verðum bara einfaldlega að horfast augu við þá staðreynd að þetta var fyrirfram alveg séð þegar að hver einasti eigandi keypti sig hér inn í Hamraborgina. Þannig að sá sem hefur réttinn að hafa bensinstöðun þarna og nýti sér hann í ótvíræður rétti og það er ekki hægt að segja honum svona einfaldlega upp, vegna þess að ef það er gert þá verður að segja upp lóðalegu samningnum. En ef við lítum bara einu sinni enn aftur á þetta niðurlag þessara 18. greinar og sjáum hvernig það lítur út, að þá er það alveg greinilegt að kvaðir eru jafnframt dagvistunarstofnun og spennustöð í almenningsgarði og í innréttingu bensinstöðvar í norðvesturhorni lóðar. Og þessar reglur fyrirkomulag afnota bifreiðastæðum í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogskaupstaðar og greiðslu kostnaðar vegna reksturs bifreiðastæðanna 17.10.1973 og það er kveðið á að Kópavogskaupstaður skal taka að sér rekstur bifreiðastæðanna og bera honum fjárhagslega ábyrgð. Það er ennþá. Til greiðslu reksturskostnaðar bifreiðastæðanna skuli eigendur fyrsta áfanga greiða bæjarsjóði arflegt gjald sem skal miða við að standa undir reksturskostnaði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Eigendur fyrsta áfanga greiða gjald þetta til húsfélags í hlutfalli við eignarhlutdeild í húseigninni, en húsfélagi stendur bæjarsjóði skil á greiðslunni. Gjalddagar skuli vera 1. maí og 1. des ár hvert. Til reksturskostnaðar telst meðal annars umsjón, viðhald, ræsting, ljós, hiti og fleira þess áttar. Það er að segja umsjón, viðhald, ræsting, ljós, hiti og fleira þess áttar. En undan skilið skal afskriftir og vextir af stofnkostnaði. Verði hagnaður af rekstri bifreiðastæðanna 1 rekstursár skal sá hagnað koma til hækkunar áætluðum reksturskostnaði næsta ár og gildir sama til hækkunar ef tap er að ræða. Og eftirtalda tekjur vegna notkun bifreiðastæðanna renna til húsfélagsins. Það er 1. A. Fast mánaðarlegt gjald sem lagt á þá sem kjósa að vera lausir undan gjaldskyldu í sjálfsala, samanber B. Og C. Lið í bifreiðastæðunum. Þeir eigendur sem óska eftir þessu skuli láta skrá bifreiða sína hjá eftirlitsmanni bifreiðastæða. En við skulum aðeins staldra við þetta. Hérna kemur hverjum húshluta skal merktur fjöldi bifreiðastæða sem laus er undan gjaldskyldu. Eigendur íbúða í fyrsta áfanga eiga þeir forgang. Það er að segja rétt til þess eiga. Fyrsta eigendur íbúða í fyrsta áfanga og eiga þeir forgang. 2. Eigendur annarra eignarhluta í fyrsta áfanga en þó skal þeim aðeins tryggður forgangur af einu bifreiðastæði fyrir hvern eignarhluta. Fjárhæð gjalds skal við það miðuð að vera 50% meðaltals reksturskostnaðar per stæði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Svo kemur B-liður tekjur af leigu bifreiðastæðina í gegnum sjálfsala miðað við ákveðið gjald á klukkustund. Tekjur af leigu bifreiðastæðina í gegnum sjálfsala fyrir tímabili frá lokun verslunartíma til upphafs verslunartíma. Og þetta er gert auðvitað 17. október 1973. Eins og þið sjáu þarna að það er kveðið það að það skuli vera gjaldtaka niður í bifreiðageymslunni
og margir þóttu það vera svona vænlega kosti í upphafi, en ég kem að því á eftir að það, þegar upp var staðið, þá þótti það ekki alveg eins góð latína eins og margir vildu vera að láta, og var unnin töluverð vinna til þess að komast að raun það, en ég kem að því síðar á eftir. En upphaf Hamraborgaráðsins, það að segja upphaf eins og þarna kemur fram, félag húseiganda í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi, það að segja þetta var fyrsta fundargerða bókin og í henni var að finna hvað olli þeim misskilningi að bærin ætti sér alfarið að sjá bifreiðageymsluna og geislagarðin, og þá ég að tala almenningsgarðin sem kveðið á í lóðaleigusamningnum. En eins og við vitum að allar svona kvaðir eru mjög nauðsynlegt að vera meðvitaður en fundargerðabókin leit svona út á innsíðunni, og síðan var stoppfundurinn haldinn 16. maí 1975, og samkvæmt þessari fundargerðabók komu undirritaði saman til fundar í félagsheimili í Kópavogi. Tilgangur fundarins var að stofna félag húseiganda í fyrsta áfanga miðbæri í Kópavogi. Undirritaðir, sem allir eru byggingaraðilar á miðbæðisvæði Kópavogs, ákváðu að stofna félagið og voru lögð fram eftirfarandi drög að lögum fyrir félagið. Félagið heitir Félag húseiganda í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi. 2. Hlutverk þess að annast samskipti húsfélaganna innbyrðis og gæta hagsmuna húseiganda í fyrsta áfanga í miðbæri gagnvart öðrum. Í því sambandi vísast til samninga Kópavogskaupstaðar við byggingaraðila dagsetta 17.10.73, 18.10.73, 27.9.72 og 10.11.72. Það kom einnig að uppfylla skyldur svo sem mælt fyrir í lögum númer 19 frá 1959 sameign fjölbýlishúsa. Síðan kemur félagsréttindi eiga félög einstakra húseininga og byggingaverktakar í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi, þátttöku byggingaverktaka líkur þegar að síðasta afsal hefur farið fram. Ég skulum vera að taka þess eftir þessu. Félagsréttindi eiga félög einstakra húseiganda og byggingaverktakar í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi, þátttöku byggingaverktaka líkur þegar að síðasta afsal hefur farið fram, og atkvæðisréttur fer eftir eignar hlutdeild. En eins og við sjáum þarna þá að vera að tala félag einstakra húseininga. Ég nokkuð viss það að svona myndi ekki vera liðið í dag. Samkvæmt núgildandi lögum þá það greinilegt að þér að tala ákveðna félög húseininga, þá sýnist mér á öllu þetta vera að tala að það sé fulltrúar bara í stigahúsuna sem hafa félagsaðild að félagi húseiganda fyrsta áfanga miðbæri í Kópavogi. Ekki einstakir húseigendur, heldur fulltrúa þeirra í stigahúsinu. Slíkt myndi náttúrulega ekki að gangast í dag, og það myndi ekki andmælarétturinn ekki þannig tryggður, og það kannski skýri það núna hvers vegna í ósköpunum að þetta fjarað út þetta húsfélag, eins og þið sjáu hér á eftir hvernig stóð á því að meira og meira þá hættu fólk að vera þáttakandir í ákvarðanatöku á húsfélagsfundum sem að þarna voru haldnir. En við skulum aðeins líta betur á næstu bókunum. Það að segja stjórn félagsins skipa 3 menn og 2 til vara, kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Aðalfundur skal haldinn í febrúar mánuði. Lög þessi voru borin upp og samþykkt samhljóða og verða þau staðfest með undirritum fundagerðar þessarar. Næst fór fram stjórnarkjör og svo voru þarna menn kosnir og í stjórn til næstu aðalfundar, og því sjáu hérna nöfnin þeirra þessara ágætu manna sem og svo að samþykkt að senda bæjarstjóra í Kópavogi bréf sem staðfesti félagsstofnun þessa og senda af því afrit til samstarfsnefnda miðbæri Kópavogi, og svo gerðist þá á vísu fleira ekki á þessu fundi. En það má segja eins og vera á þeim tíma þegar að þessir
þessar byggingum fóru fram þá var í gangi ákveðin samstarfsnefnd byggingaraðila og Kópavogskaupstaðar, þar að segja miðbæjarnefndin, hún var í gangi til þess að sjá hvernig þessar framkvæmdir fóru fram. En það eins og þarna kemur fram, þetta eru þeir aðilar sem að voru í þeirri nefnd og þeir skiluðu svo þarna af sér. Nú síðan var annar fundur haldinn árið 1976, þar segja föstudaginn 27. febrúar var haldinn aðal fundur félags húseigenda í fyrsta áfanga miðbæjar í Kópavogi og formaður flutti skýrslu það helsta sem gerð hefur verið milli aðalfunda, engar umræður urðu skýrsluna, næst fór fram stjórnarkjöri, stjórn voru kosnir og svo kemur það allt saman niður og menn undirrituðu þetta með sína ágæti ritendi. Og svo kom þá þriðji fundur 1976, fimmtudaginn 9. desember var fundur haldinn í félagi húseigenda í fyrsta áfanga miðbæjar í Kópavogi og maktir voru undirritað og þetta kemur líka fram. Þarna kemur rætt var frágang og rekstur á bílageymslunni við Hamraborg. Sagt frá viðræðum við samstarfs aðila miðbæjar eða samstarfsnefnd miðbæjar og athugunar á lýsingu sem framkvæmdar voru af tæknifræðing í Kópavogskaupstaðar. Ákveðið að óska aðildar húsfélaga húsanna Hamraborg, þarna komið að því 6, 8, 10, 12, 14 og 16. Það er að segja ákveðið að óska aðildar húsfélaga húsanna Hamraborg 6, 8, 10, 12, 14 og 16. En það skal tekið fram að á þessum tíma eftir þennan tíma þá var tölunum breytt. Það er að segja að það hús sem er númer 10 sko í dag, það sem er númer 16 í dag var númer 6, það sem er 18 í dag var númer 8 og svo áfram. Þannig að það verður að segjast eins og vera að eftir þessa fundagerð þá breyttist númerröðin, það bara farðist með 1 tug. Þannig að menn vita það að 4, 6 og 8 það voru gerð af 14, 16 og 18. Og eins og þarna kemur fram að þá voru þessi hús 6, 8, 10, 12, 14 og 16 og samþykkt að boða fulltrúa hvers húsfélags á næsta fund en haldinn verður næstkomandi laugardag klukkan 14. Haldinn verður næstkomandi laugardag klukkan 14 að Hamraborg 1, annarri hæð og fleira ekki gert á fundi slitið. Nú síðan gerist það árið 1976 og þá var laugardaginn 11. desember var fundur haldinn í félagi húseigenda í fyrsta áfanga miðbæjar í Kópavogi. Mættir voru undirritaðir byggingaraðilar og fulltrúar húsfélaganna, þess að 6, 8, 10, 12, 14 og 16 sem er þá 16, 18, 20, 22, 24 og 26. Og í upphafi fundar voru lesnari fundargerðir félagsins til þessa dags og fulltrúar húsfélaganna báðinni velkomnir. Rætt frágang og rekstur í bílageymslunum við Hamraborg og þarna komum við fyrst að þessu vandamáli. Þarna var rætt frágangin af því. Óskað var eftir að húsfélögin fengju til athugunar áætlun og samanburð á kostnaði, ljósabúnaðar og rafmagnsnotkun jafnframt að ég sé nú ekki alveg hvað þetta en einstökum eigendum verði senda reglur og skýringar á fyrirhuguðum framkvæmdum á bílastæðunum. Samþykkt var að ég sé nú ekki alveg hvað þetta að fulltrúarnir gerðu hússtjórnum húsana grein fyrir þessum umræðum og mættu á annan fund sem ákveðan var að haldinn yrði á sama stað miðvikudaginn 15. desember klukkan 20:30. Fleiri ekki gert að fundi slitið og eins og þið sjáið þarna rita þessi ágætu fundamenn. Ég get nú eiginlega nokkurn veginn sagt það að þarna hafi fundamenn nokkurn veginn átt að sé á því að það gekk ekki alveg upp með bílastæðin, það var ekki frágengið. En í raun og veru þarna að ræða að það sem einungis rætt fulltrúa húsfélagana. Það ekki verið að tala einstaka eigendur eins og alveg grundvallar skiljir í dag, það einstakir eigendur, en þarna verið að tala bara fulltrúa húsfélagana og eins og menn vita þarna hlítiðastefnu í jóefni. Og við sjáum þá líka næstu fundagerðum að
5. fundur var haldinn sem 1976 miðvikudaginn 15. desember var fundur haldinn í félagi húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi að Hamraborg 1, annarra hæð. Mættir voru undirritaðir byggingaraðilar og fulltrúar húsfélaganna í Hamraborg 6, 8, 10, 12, 14 og 16. Rætt kostnaðarmismun á stofnkostnaði. Þarna verið að tala um gló og flúr perulýsingar í bílageymslu. Fulltrúar húsfélagana lýstu íbúðareigendur reiðubúna til greiðslu á mismun stofnkostnaðar að upphæð allt að 4.000 krónur á íbúð. Samþykkt var að setja upp flúrlampa í þeim bílastæði sem að fjölda tilheyrði þeim íbúðum og eigendum hafa lokið við að jafna ljósunum í innkeyrslunni. Ákveða var að fulltrúar húsfélagana innheimti hver í sínu húsfélagi gjald til greiðslu mismunar stofnkostnaðar og verður sú greiðsla innt af hendi í janúar 1977. Þó var ákveðið að koma taxtamál fyrir lýsingu í bílageymsluna. Fleiri ekki geta fundið slitið og þarna greinilegt að þeir eru ennþá ekki alveg orðnir ráðnir í því hvernig á að leysa þetta með á byggingarstígi. Það er athyglisvert að einmitt á byggingarstígi þá er þetta strax átti vandamál vegna þess að allir eigendur komi ekki að þessu máli strax í byrjun og ég hef heyrt í fleygt að meira að segja að með þessu fylgdust teknideild Kópavogsbæjar með nokkuð áhyggjum vegna þess að þeim fannst byggingaraðilar og húseigendur verið að fara út fyrir það svið sem að þeim var ætlað. Það er að segja að þeir ætla að reyna að koma kostnaði á lýsingu og öðrum rekstur og viðhaldskostnaði í bifreiðageymslunum yfir á aðra aðila heldur en sig. Enda líka það kemur svo hérna fram á eftir þegar við förum betur í gegnum fundagerðirnar að til dæmis eins og árið 1977 það var 7. fundur haldinn í félagsheimilinu og í fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi og þá mættir voru þetta margir aðilar eins og við sjáið frá 16, 8, 6, 12 og 10. Fundurinn var haldinn í bæjarskrifstofunni Kópavogs og voru þeir mættir fyrir samstarfsnefnd miðbæjar. Bæjarstjóri Björgvin Sæmundsson, bæjarverkfræðingur Ólafur Gunnarsson og Guðmundur Magnússon og Skúli Nordal. Rætt var merkingar húsa og bílastæða, það númerum og í innkeyslum og akstursleiðir. Talið var eðlilegt að bæjarsjóður sæju og kostaði þessar merkingar og yrðu þær væntanlega framkvæmdar fljótlega. Fleiri ekki að getið á þessum fundi en þarna geta auðvitað menn líka séð að þarna talað á þessum stað talað það að bæjarsjóðu eigi að sjá merkingarnar en ekki húseignina sem slíka, heldur bara merkingarnar og þarna kemur að það að menn eru ekki alveg sammála. Margir eru í Hamraborginni endadaginn dag sem telja það að Kópavogsbær eigi alfarið ennþá að sjá þessa hluti en þarna stendur það svört á hvítu að í bókunum húsfélagsins að það sé ekki bæjarins að annast húsbygginguna heldur þeir geti hugsanlega tekið að þessu kostnað vegna merkingarna á götunum. Og svo síðan 1978 var 7. fundurinn haldinn, þar sé 15. og 13. apríl klukkan 19 var fundur haldinn í félagi húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi. Mætti voru eftir taldi þá Magnús Baldursson, Kristján Guðmundsson, Hafsteinn Júlíusson, Ingimar Haraldsson, Páll Þorláksson, Vilhjálmur Guðbjörnsson, Sæmundur Alfreðsson og Bryndís Sigurðardóttir og Eiríkur Ólafsson. Til fundarins var boðað að ósk húseigandi til umræðu einstökum mál varðandi samskipti íbúa og byggjenda. Og fyrsta mál rætt umgengni og umhirðu á bílageymslu. Jafnframt rætt lokafrágang og skil á bílageymslu. Húsbyggjendur lýstu því yfir að þeir myndu ljúka frágangi við síðustu bílastæðin fyrir lok júlí. Lítið væri eftir en sandkústun og þrif á staðnum. Fleiri ekki gert og fundi slitið klukkan 20:30 og auðvitað þarna birtist erfiðleikar þarna strax árið 1978
og það var alveg greinilegt að vegna þessa forms á húsfélaginu að þá kom ekki allir húseigendur þarna að og það var ekki farið alveg nægilega í saumana og það var ekki nógu mikil fjöldi sem gat skoru úr það hvort að húsfélagsstjórnin, þar að segja í félagi húseigenda fyrsta áfanga Miðbæjar í Kópavogi, færi eftir því sem að þau lög sem þá giltu sögðu til En hvað sem því líður, áfram héldu fundarhöldin hjá þeim á 1978 var fundur haldinn í félagi húseigenda fyrsta áfanga Miðbæjar í Kópavogi. Fundurinn var haldinn á ósk félagsins og boðaður af bæjarstjóra og haldinn í matsal bæjarfógeta í félagsheimili Kópavogs. Þetta var nú fyrir ekki í matsal bæjarskrifstofa í félagsheimili Kópavogs. Rætt var frágang og viðskilnað byggingaraðila endanlega frágang og fyrirkomulag á rekstri bílastæðana. Þá var rætt framkvæmdir í garði húsana ofan á bílageymslu og ákveðið var að bæjarverkfræðingur boðaði til fundar mjög bráðlega og legði þar fram nokkra valkosti rekstur fyrirkomulag stæðana. Og eins og við þarna sjáum, þó svo að það hefði verið komnar þarna ákveðar tillögur á sínum tíma rekstur á bílastæðunum, það að segja að það var talað þær reglur eins og þið heyrðuð áðan sem að tóku þarna voru lagðar fram 1975. 1978 var ekki eins og komin flötur á þetta á milli teknideildar Kópavogskaupstaðar og húseigandi í fyrsta áfanga Miðbæjar í Kópavogi, þannig þetta var ekki alveg frá gengið. En eins og núna þessi 9. fundur 1978, þetta mánudag 17. júlí 1978 var fundur haldinn í Hamraborg 1 Kópavogi. Fyrir var tekið, lýst var ákveðnum ástæðum bæjarsjóð Kópavogs fyrir neitun greiðslureikninga fyrir raforku í bílageymslum. Bæjarsjóður telur sig ekki eiga að svo komnu máli að eiga að greiða neina reikninga fyrir rekstur bílastæða meðan ekki sé gengi frá samkomulagi rekstur stæðana. Og þarna eiginlega komum við að kjarna málsins hvað það var sem var til þess að bílageymsluna fóru næstu því algjörlega í mola eftir að þetta kom upp vegna þess að þarna var enginn sem að vildi taka þessi rekstur og viðhald á þessum bifreiðageymslum. Og bæjarsjóður lýsti sig ekki ábyrgan fyrir því og hann vildi heldur ekki borga rafmagnskostnaði, sagði þetta væri húseigendur sem ætti að sjá þetta og það væri húseigendur sem ættu bílageymsluna þó svo að þeir hefði gengist undir það að Kópavogsbær fengi umferðarrétt í gegnum bifreiðageymslunar og afnotarétt af garðinu fyrir almenning. Og það er einfaldlega það sem að máli snerist eins og þarna kemur fram í þessari bókun að þeir neituðu að borga þennan áfallna kostnað. Og þeir vildu þá að fram væri kæmi fram reglur það hvernig ætti að sjá rekstur og viðhald og með hvaða hætti ætti að fjármagna það. Og vegna umræðu áfallin rafmagnskostnað vegna bílageymslu og óskafélagi það var laust eftir umræðum við fulltrúa Kópavogskaupstaðar varðandi samkomulag heildarsamning á rekstri bílageymslu í fyrsta áfanga Miðbæjar í Kópavogi með tilvísun til verksamningsmilli íbúa fyrsta áfanga Miðbæjar í Kópavogs og Bæjar SF og svo Miðbæjar framkvæmda SF og með tilvísun til síðasta fundar haldinn í maí síðastliðnum með fulltrúum Kópavogskaupstaðar og félagsins þar sem fulltrúar Kópavogskaupstaðar sögðust myndi leggja fram tillögur rekstur fyrirkomulag bílageymslana sem ekki hafa enn komið fram. Treystir félagi sér ekki til að taka á sig meiri fjárhagslegara skuldbindingar fyrir en frá heildarsamkomulagi verði gengið eða að raunhæfar umræður hafi átt sér stað þessi mál. Jafnframt félagið farið að lengja eftir fundi þeim lofað var í lok maí síðastliðinn við fulltrúa Kópavogskaupstaðar bílageymslu málin sem í heild. Samþykkt að senda bæjarstjóra afrit af fundagerðinni, fleiri ekki gert og fundi slitið, fundagerðin staðfest að eftirfarandi fulltrúum neðangreindra húsfélaga og byggingaraðila. Og eins og við sjáum hérna sjáum við þessi félög talin upp hérna í þessari röð eins og þarna komum fyrir og
Já, ég má ekki bara segja það, þarna hafi komið bara til beint stríð á milli byggingaraðila og húseigenda annars vegar og bæjarins rekstur og viðhald af bifreiðageymslunum, og þarna upphófst eiginlega hið hörmulega tímabil að þær byrja að grotna niður hægt og rólega. Og þetta sem sagt voru þeir sem að undirrituðu þessa fundargerð. Og svo 1978, 15.3.8.1978 var fundin haldin í kaffistofu Kópavogsbæjar. Fundinu stjórnaði bæjarstjóri BS. Bæjarstjóri hélt framsöguræðu og ræddi bílageymslurnar, kynnti tillögur rekstur stæðana, gerði fyrirspurn til byggjenda hvenær geymslur yrðu tilbúnar til rekstrar, til dæmis slökkvikerfi yrði komið á eldvarnarhurðir. Fulltrúar Borga SF og miðbæjarframkvæmda samþykktu að stefna að því að vera búnir að koma upp slökkvikerfi og ljúka öðrum framkvæmdum við stæðin 1. október 1978. Rætt var skiptingu í áföllnum rafmagnskostnaði. Mjög skiptar skoðanir voru skiptingu kostnaðar, rétt ímyndið ykkur. Bæjarstjórn lagði til að byggjendur greiddu rafmagnsreikninga og rukkuðu síðan íbúðareigendur miðað við heimilistaksta. Samþykkt var eftirfarandi tillaga frá bæjarstjórn. Borgir SF og miðbæjarframkvæmdar SF lofa að sjá til þess að rafmagnsreikningur verði greiddur og ekki verði lokað fyrir rafmagnið. Eigendur íbúða og bæjarsjóður vegna sinna staða greiði síðan sinn hluta kostnaðarins eftir tímasetningu per stæði. Hálft 4,6 stendur þarna, en hann yrði að því heimilistækti laga til grundvallar. Bæjarstjóri útbýttu vélritaða reglugerð eða hugmynd rekstur bílastæðina og skýrði reglugerðina. Allir fundarmenn fengu eintak af þessum hugmyndum, rekstuðu með sér til íhugunar. Fundi slituð og þarna sjáu því svo þá menn sem að voru á fundinum og fóru yfir þetta mál. Ég veit að þetta er svolítið langloka, en við verðum að taka svolítið á þessu vegna þess að þarna sjáum við að menn eru komnir í óefni með bifreiðageymslurnar, og það er ljóst að þetta er undanfari þeirra vandamála sem að sköpuðust, sem að urðu til þess að húsfélagi okkar sem við komum Hamraborgarráði var til. En áður en við komum að því, þá vil ég endilega halda áfram þessa sorgarsögu sem að þarna hófst og lýsa því svona í nokkrum dráttum enn hvert framhaldið var. Árið 1980, fimmtudaginn, 2. október, kom stjórn félagsins saman til fundar í húsakynnum byggingafélagi Borgar SF og Auðbrekku 53 Kópavogi mætti voru undirritaðir. Rætt var félagsstarfið og kom það fram að ekki mætti líða svo langt milli funda meðan svo margt væri óleyst í samskiptum félagsmanna og bæjaryfirvalda, til dæmis varðandi frágang og rekstur bílastæða. Samþykkt að boða til aðalfundar og ákveða að halda hann mánudaginn 13. október klukkan 17 í húsakynnum tæknideildar Kópavogskaustaðar í félagsheimilinu 3. hæð. Og svo fleira var nú ekki gert á þeim fundi. En 12. fundi var svo haldinn 1980 mánudaginn 13. október, boða til aðalfundar í félaginu. Fundurinn haldinn í félagsheimilinu Kópavogs 3. hæð og húsnæði tæknideildar Kópavogskaustaðar og hefst klukkan 17. Mættir voru eftir taldir, og eins og þarna sjáið, það er bara einn úr hverju stigahúsi. Og þá er þarna 10, 16 og þarna er komin 2 úr sama húsi, 18 og svo frá 2, 22, 20, 26 og 24. Hérna getur við bætt við þess að hérna er 34, 36, 30, 32 og hérna er 12, þetta er 28 og þetta er 20 og þetta er 26 og þetta er 20. En við getum bara að sé það þarna alveg í hendu okkar að flutt var ágrip af sögu félagsins og skýrt frá stofnun og starfsemin til þessa dags. Rætt var réttindi til ákvarðanatöku, réttmæti laga félagsins. Talið var nauðsynlegt að endursemja og fullkomna lög félagsins. Eins og þarna kemur fram, þarna eru menn komnir í svolítið vandræði, átta sig ekki alveg á því að þetta er ekki það sem að leysi vandan að vera einhverju karpi í bæinn og þau þurfa að finna á því einhvern flöt. Og svo heldur þessi bókun áfram. Þá var gengið til stjórnarkjörs
eftirtaldir voru kosnir í stjórn og þarna koma svo þessi nöfn. Að þeim loknum stendur lagt fram bréf frá bæjarritaranum í Kópavogi þar sem óskað var eftir tilnefningu eða fulltrúum húseiganda til viðræðna og skipun í samstarfsnefnd með eigendum Hamraborgar. Frá bæjarráði voru skipaðir þeir Guðmundur Oddsson, Ásmundur Ásmundsson og Bragi Miklason. Samþykkt var að fela nýskipari stjórn að skipa þessa nefnd þar til annað verður ákveðið. Enda hafa þessir aðilar ekkert umboð til neinna skuldbindinga fyrir eigendur nema að fengnu samstöðu að fengnu sérstöku umboði. Fleira ekki gert og svo fundist litið. Eins og þarna sjáum við. Þarna var hver hörmungin á fætur annari. Fundagerðir frá þessum tíma sýna það að hægt og rólega þá fjarað út undan mætti þessa húsfélags húseigandi fyrsta áfanga mér bara í Kópavogi. Og þegar að menn átti sig á því að þeir voru komnir hérna í mótsetningu í sjálfum sig, þá komu Kópavogs bær inn í þetta dæmi með þessum mönnum þess að þarna voru nefndir eins og Kristjáni Guðmundsssyni, Ásmundi Ásmundsssyni og Braga Miklasyni og þessa menn þekkjum við alla í dag. En hver var svo afleiðingin? Sú bábilja gekk, en svo þegar hefur rakið að það væri Kópavogur sem ætti alfarið að sjá garðinn og geymslurnar. Það hefði ekki verið unnar neinar viðhaldsframkvæmdir í bifreiðageymslunum allt frá því húsið var byggt frá árinu 1975, svo eitthvað varð að gera. Og svo í lokin. Þrátt fyrir margítrekaðar tilraunir fulltrúar húsfélagana tókst ekki að mynda raunhæfan lögaðila til að taka við hlutverki félags húseigandi fyrsta áfanga miðbæri Kópavogs með eftirfarandi bókunum Hamraborgaráðsins. Það er að segja, Hamraborgaráðið átti sér smá veruleika þarna á árunum 1980 til 1986, en þessar tvær bókanir sem að ég kemdi mig nú að sýna ykkur sem eru svolítið sérstæðar vegna þess að þær eru auðvitað svona sýnið hvernig uppgjöfin var svo í lokin þegar að hvað eftir annað á þessu tímabili, á þessu 6 ára tímabili reyndu húseigendur hvað eftir annað, samkvæmt lögum þessa húsfélags að mynda með sér raunhæfa stjórn, en það tókst ekki. En það líka það kemur svo hérna mjög greinilega fram að þessar bókanir sem voru þarna, eins og til dæmis þessi, að mánudaginn 7. apríl 1986 var haldið fundur í Hamraborgarráði, mætti voru 16 manns. Fyrst var tekið fyrir bílageymslur, númer 2 var það vídeóskermir, og það er nokkuð merkilegt á þessum tíma að þá er talað vídeóskermi, en það er náttúrulega hugtak sem að kannski margir vissu ekki að vera til þá, en þarna var talað vídeóskermi sem að er verið að tala þá gervihnatadisk. Nú, síðan gerist það að það verður kosning stjórnar og fundurinn var mest almennt rapp framkvæmdir sem bæjarstjóri hafði lofað en ekki staðið við. Fannst sumum Hamraborgaráði ekki hafa staðið sig sem skildi í því máli. Samþykkt var að fresta ákvörðun skermi og gervihnata sjónvarp. Eins og þarna sjáið, þarna var það komið á dagskrá, en það var 1986. Ekki tókst á kjósa í stjórn Hamraborgarráðs þar sem engin viðstaddara vildi taka það að sér og var því ákveðið að halda framhaldsfund eftir viku 14. apríl og reyna að kjósa í stjórn í Hamraborgarráðið. Undirritanir fundarmanna komu svo fyrir neðan þetta hér. En mánudaginn 14. apríl 1986 var framhaldsfundur í Hamraborgarráði og þá voru mættir Björn Guðbrandsson, Hamraborg 32, Guðmundur G. Guðmundsson, Hamraborg 32 og Þorsteinn Guðmundsson, Hamraborg 16, og þeir bókuðu bara sem sagt þessa einföldu bókun fyrir tekið eina málið kosning stjórnar þar sem ekki voru fleiri mættir var ákveðið að fresta stjórnarkjöri óákveðinn tíma. Og þessi óákveðinn tími leið. Ekkert gerðist. Einhver varð að taka af skarið, svo það félli hluti nokkur á húseiganda að stofna undirbúningsráð á veitingastaði á Hamraborginni í lok ársins 1991. Þá hafði Hamraborgarráði ekkert húsnæði
svo það þurfti að leita annað. Það var dýrt og öðrum háð, svo ekki var hægt að funda nema það væri tildækt. Undirbúningsráðið var skipað 3 mönnum í árslok 1991 sem undirbjöku endurstofnfund Hamraborgarráðsins. Þá var kosin stjórn fékk það hlutverk að skilgreina vandamálið og á hverju það hefði ekki verið farið í nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir í bifreiðageymslunum síðastliðin 18 ár. Hún fjallaði vel og vandlega um málið, hélt marga stjórnarfundi og undirbúningsviðræður voru við fulltrúa bæjarins í upphafi árs 1992. Auk þess sem hún hafði og fór í gegnum gamla fundagerðarbækur Hamraborgarráðsins eða allt frá 1975 og komust að niðurstöðu. Staðreyndin var þessi: það hefði ekki verið unnar neina nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir í bifreiðageymslunum allt frá árinu 1975 svo eitthvað varð að gera. Sú bábilja gekk að það væri Kópavogur sem ætti að sjá garðinn og bifreiðageymslurnar og Kópavogur var einungis 18% eigandi að geymslunum en Hamraborgarráðið 82%. Þetta var nokkuð merkileg niðurstaða þegar upp var staðið vegna þess að í raun og veru þá var farið í gegnum alla eignarskipta samninga hjá Kópavogsbæ og Hamraborgarráðinu og Hamraborginni og til þess að vita hver hlutföllin væru og það var rétt þegar upp var staðið. Það var Kópavogskaupstaður einungis 18% eignar aðili að geymslunum en Hamraborgarráðið, þess að segja Hamraborgarbúar, voru 82% eigendur. Svo það skýrir þá sko vel hvers vegna þeir voru ekki tilbúin í það, Kópavogskaupstaður, að borga helmingina rafmagnsreikningi í bæjarbúa ef svo ber undir. En eins og þarna þetta sýnir sér að þarna var að ræða ákveðna skilgreiningu á þessum atriðum sem var ekki fram hjá gengið. Og hvað var að ræða? Það varð að taka á þeirri hugvillu að Kópavogur ætti alfarið að sjá rekstur og viðhaldsframkvæmd bifreiðageymslunanna. Margir töldu ráðlegt að fara út í rekstur og gjaldtöku á bifreiðageymslunum, það eins og reglur sögðu til Það þýddi gjaldtöku, stöðumælagjald á stæðin, útgáfa og innheimta mánaða árskorta, innheimtu og eftirlitskerfi með því, ráningu stöðuvarða í fullu starfi og svo framvegis. Þetta var eiginlega sú staða sem var þarna komin, hún var nokkuð óviðunandi vegna þess að það var í raun og veru ekki hægt undir neinum kringumstæðum að una því að það væri fram gjaldtaka á svæðinu þegar að kostnaðurinn var orðinn það miklu meira heldur en tekjurnar sem segðu til Og því var ákveðið að kanna það hvernig hægt væri að hafa gjaldtöku á svæðinu og það má svona til fróðleiks segja ykkur frá því að þá voru þessi svokölluðu heilar, P-heilar, eða þar að segja þessi miðar sem að teknir upp á stærstu bílastæðinum í Reykjavík, þá voru þeir nýbyrjaðir þar og voru kynntir í Hamraborginni og Hamraborgarráði og fyrir teknir til Kópavogskaupstaðar en það var ekki fallist á það vegna þess að kostnaðurinn við alla þessar framkvæmdir eins og þarna kemur fram, þar að segja kostnað við uppsetningu á hverjum stöðumæli eða þar að segja hverjum heila var það mikil og svo einmitt útgáfa þessara kosta sem þarna er getið eins og talað í reglunum og svo laun þessa stöðuvarða sem átti að sjá að það væri farið eftir þessum settu reglum var það kostnað mikið að það myndi ekki skila neinum hagnaði að hafa slíkt umfang og mikið batterís og það var ákveðið að láta að því vegna þess að bærinn hafði aðra óskir fram að færa og vildi gjarnan að Hamraborgarráði myndi nú eitthvað aðeins líta á það en það var að ræða að þó verið fallið frá þessari hugmynd þar sem þetta þýddi dýran rekstur auk þess sem aðri húseigendur, verslunar og skrifstofuhúsnæðis á miðbæjarsvæði töldu það óvænlegt að hafa gjaldtöku á því þar sem hann drægi úr viðskiptum og mannlífi í miðbæinu þar sem er bara einungis um það byrjuð 3 mínútna akstur til Kringlunar en þar eru frí bílastæði. Ákveðið var því að halda endurstofnfund Hamraborgarráðsins í félagsheimili Kópavogs 27. september 1992 klukkan 15
Á þeim fundi var nauðsynnin á framkvæmdinu rædd, en þar sem ekki náðist marktækur meirihluti húseigenda á fundin var ákveðið að boða til framhaldsendurstofnfundan 11. október 1992 sem og var gert. Á þeim fundi voru reglur samþykktar sem tóku svo breytingum 1995 vegna lagabreytingar 1994. Það var nú ekki meira en svo að það tækist þrátt fyrir mjög öflugt fundarboð í öllum stigahúsum og blaðinu Hamraborgin. Hérna sjáum við það blað fyrst nefnt en ég kem að því á eftir. Og víðar. Það tókst þó að Hamraborgarráðið var endurreist með formlegum hætti 11.10.1992 klukkan 15. Á fundinum voru samþykktar áðurnefndar reglur, húsreglur Hamraborgarráðið sem eru enn í fullu gildi. Reglur Hamraborgarráðsins voru þá síðan samþykktar 27. apríl 1995. Fyrsta grein Hamraborgarráðið er heildarhúsfélag, félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi stofnað 16.15.1975, Hamraborgar 1438 jafnnúmer. Hlutverk þess er samkvæmt 57. grein laga fjörleignarhús númer 26/1994 og að mynda samstöðu með húseigendum, gæta sameigna þeirra, svo sem kapalkerfi, bifreiðageymslur og fleira í samskipti við Kópavogskaupstað. Samkvæmt þeim samningum er byggingaraðila gerði við Kópavog dagsett 27.9.72 að 10.11.72, 17.10.73 og 18.10.73. Svo önnur grein, Hamraborgarráðinu ber að tryggja sjálfstæði allra húsfélaga deilda innan þess og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra. Samanber öðnur málsgrein 7. greinar og 3. málsgrein 39. greinar laganna. 3. grein. Stjórn Hamraborgarráðsins skal hafa fulltrúaráð og nú er komið að þessu ágæta fulltrúaráði sem við erum að tala um. Það er að segja að þarna setur Hamraborgarráði sér sitt eigi reglur það með hvaða hætti við skulum nýta þetta svokallaða fulltrúaráð, það er að segja sem var upphaflega sem félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi byggðist á. Það er að segja fulltrúar húseininga, einstakra húseininga. Það er sá megin kjarni sem byggist í þessari grein, en það kemur bara í reglum því að lögin segja til það að hver einn og einstakar húseigandi á alveg óskoraðan rétt til að koma að sínu sjónarmiðum á fundum Hamraborgarráðsins, aðalfundi og öllum húsfélagsfundum. En þarna aftur á móti til hagræðingar þá ákveður Hamraborgarráðið, það er að segja húsfélagið, að nota þetta Hamraborgarráð sem nokkurs konar upplýsingaaðila eða ráðgefandi aðila það hvernig skuli haga stjórnun húsfélagsins á milli aðalfunda. Og því er þarna þetta orð notað, það er að segja að vera til ráðgjafar, það er að segja að þessar svokallaða fulltrúaráð allra húsfélaga deilda Hamraborgarráðs sem sér til ráðgjafar ákvarðanatöku samkvæmt lögunum, auðvitað verði ráð að fara á lögunum. Hver fulltrúi skal tilnefndur af sinni húsfélagadeild með sömu réttindum og skildum samanber 12. grein og 13. grein sömu laga. Atkvæðagreiðsla bifreiðageymslur og kapalkerfi skal miðast við fjölda séreigna samanber 3. málsgrein 34. grein laganna. Þarna var að ræða semsagt reglur á húsfélaginu og þess vegna er Hamraborgarráðið húsfélag. Það eru margir sem að vilja einmitt ekki alveg átta sig að því að þegar við erum að tala húsfélag, það er það félag sem að lögum samkvæmt og er eitt lögaðilit sem að gætir sameignar húsfélagana, það er að segja sameignar þeirra sem eiga bifreiðastæði í bílageymslunum. Hamraborgarráðið er sá lögaðili sem að sér sameign allra Hamraborgar húseiganda, það er að segja jöfn númer frá 1438 bílastæðum og viðhald og rekstur þeirra. Og margir halda því fram að Hamraborgarráð sé einhver tilbúningur, en það er alls ekki vegna þess að það grundvallar sýnastarsemi einmitt að hvort á þeim lögum sem félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi gerði, svo og gildandi lögum í dag og þeim reglum sem að Hamraborgarráði setur sér og þetta er engin deila. Hins vegar getur vel verið að margir vilja ekki alveg átta sig á þessu, en þeir eru velkomið að koma og snúa sér til skrifstofu Hamraborgarráðsins sem er í kjallara Hamraborg 38 og leita upplýsinga ef þeir telja sig eitthvað í vafa með þetta atriði.
eða telja á einhvern hátt sé á sig brotið, þá er það sjálfsagt að snúa sér til Hamraborgarráðsins eða skrifstofu þess og fá upplýsingar það. En eins og þarna kemur fram, þá er verið að ræða að Hamraborgarráðið það er húsfélag. Upphaf endurnýjunar Hamraborgarráðsins. Kópavogur sá einn garðinn, en húseigendur urðu að sjá mannvirkið undir honum. Og á hverju var að byrja? Það vantaði húsnæði handa Hamraborgarráðinu og þá var kjallarahúsnæði í Hamraborg 38 innréttað og kallað Hamar, þar sem álfar og dvergar og tröll búa. Það þurfti öryggismyndavélar í bifreiðageymslurnar í samvinnu við bæinn og þær kabaltengdar svo það sæjust inn á hvert heimili. Það vantaði því kabalkerfi alla blokkina til að dreifa myndefnin inn á hvert heimili í Hamraborg 1438. Hvað var þá að gerast svo að þetta tækist? Það vantaði einnig öflugan fjölmiðil til viðbóta blaðinu Hamraborgin, þar sem hægt væri að koma skilaboðum til íbúa húseigenda með skilvirkum hætti hvað væri á döfunni eða innan hússjónvarp eða Hamraborgarrásinni. Gerfinetta móttaka 6 rása væri auðveldur kostur í kjölfarið á því. Allt þetta myndi einungis vera 10.800 krónur eingreiðsla per íbúð á allan pakkan. Það gekk ekki alveg þrautalaust að koma þessu í gegn því margir misskildu og sögðu þarna væri eitthvað sem að þeim bæri ekki taka þátt í. En hins vegar þannig, í þá gildandi lögum sem voru undan fjöleignahúsalögunum, þá var talið endurnýjun á loftnesbúnaði og það var í flest öllum stigahúsunum ákveðið að endurnýja loftnesbúnað í hverju stigahúsi fyrir sig. Undirbúningshópurinn sem var þarna stóð fyrir endurreisn Hamraborgarráðsins sá sér þetta færi og samdi við bæinn það að þeir kæmi þá svolítið inn í þá mynd að vera með í öryggismyndavéla uppsetningunni í bifreiðageymslunni og jafnvel að því tilskildu að íbúarnir sjálfur myndi annast þá vöktun sem færi í gegnum þessi tæki að því tilskildu og sáu þá auðvitað stjórnindi þessi fyrir sér að ef þeir myndi kabaltengja þessa öryggismyndavélar inn í íbúðurnar þá myndi það hafa varnaðaráhrif í þær þannig að það myndi vera auglýst mjög greinilega, allt það sem færi fram í geymslunum myndi sjást allt húsið. Og það má vel geta þess að á árið 1989 til árið 1992 voru það bil 15 til 18 innbrot og skemmdarverk á ári í bifreiðageymslunum, en það er að segja þegar við tala um innbrot og eignarspjöll á bifreiðum í geymslunum sem að voru þá metið á hátt að 3 til 4 miljón. Til dæmis eitt ágætis og falli og jeppi var lagður í rúst til þess að ná einu útvarpstæki úr þarna í geymslunni. Þegar að þessu tilvikum fækkaði svo á fyrstu árum myndavélanna niður 1 til 3 á ári frá 1993 til 1998 og þegar slík áhrif eru keypt þessu verði eins og þarna kemur fram að ekki meiri en 10.800 krónur eingreiðsla, bara eingreiðsla við stofnunina og svo búið. Nú er þetta sjálfinn á hverju heimili og það er engin aukakostnaður við það. Þá sáu það að menn fyrir sér að menn verið að kaupa sér sitt eigið öryggi með þessu og þar er Hamraborgarráðsins sem þarna er nefnd sem við erum að horfa á núna, sem að þið erum að horfa á mig í gegnum núna, er einmitt mjög góðu kostu til þess að koma upplýsingum á framfæri og það var það sem að gerði útslagið okkur tókst að koma samstuð á meðan Hamraborgar búa til þess að koma við þess framkvæmdunum í framkvæmd þarna árið 1994 og 1995 og því er mjög nauðsynlegt að fólkið í Hamraborginni sé jákvætt gagnvart þessi framtaki sem þarna var gert. En við vitum þá sko vel að menn reyna stundum að komast undan því að greiða sem að þeim ber að greiða sko samfélagslega, en ef það sumir hverju reyna að finna á því einhvers svona lagalega hnökrar til þess að komast undan því þá þeirra máli. Við mætum því að sjálfsögðu ef að menn telja á rétti sínum brotið og við erum ekki að reyna það heldur svona hlutir eins og þarna 10.800 krónur eingreiðslu fyrir því gengust húsfélögin hvert sig sem endurnýjun og loftnesbúnaði fyrir hvert stiggang fyrir sig og við aftur á móti Hamraborgarráðið kabaltengdi svo
allt heila kerfið, alla hendinu í það upp að þakkinu og buðu svo auðvitað þá öllum Hamraborgarbúum upp á meiri valkosti, það séu fleiri rásir. Unga fólki skilur þetta mjög í dag, en aftur á móti eldra fólki á ekki alveg eins auðvitað með að skilja þetta, en það kannski kemur að því. En eins og þarna kemur fram að þessi eingreiðsla 10.800 krónur fyrir alla pakkan var ekki mikil peningur. Síðan voru viðræður hafnar í bæinn. Á fundi stjórnar Hamraborgarráðsins 12. janúar 1993 var lagt fram bréf frá Kópavogskaupstað dagsett 18.12.1992 þar sem fallist var á sjónarmið íbúa varðaði öryggiskerfi í bifreiðageymslunum og að bærinn tilbúinn að greiða 1.800.000 í þeim af því til skyldu að fyrir liggi nýtt samkomulag rekstur bílageymslunar þar sem Kópavogskaupstaður losnar undan þeirri kvöð að taka upp gjaldtöku eða vera með sérstakan eftirlitsmann á svæðinu. Og þarna erum við komin að kjarna málsins. Það voru allir komnir í eindaga með alla framkvæmdirnar, það voru allir komnir í eindaga með það sem að þurfti að gera. Nokkura verkfræðistofu fóru í gegnum geymslurnar, það voru tekið sýni úr múrverkinu og upp kom svo staða að það var að grotna niður. Við svo var ekki búið og menn urðu að gera eitthvað. Það varð að taka á þessu og Hamraborgarráðið gerði það og alveg tilbúið að takast á við fleiri svona vandamál ef upp koma, en með því einu að allir séu saman og samstíga í því að gera Hamraborginni betri heldur hún í dag, að standa vörð mannvirkið og gera þetta að mjög góðum sælur reit sem það hefur alla böði til að gera og vera. En ég viss það að margir hverjir horfa til framtíðar í þessu mjög björtu augum vegna þess að samstaðan hefur sýnt sig í Hamraborginni og ég viss að það tekst aftur og aftur ef við erum alveg tilbúin til að mæta öllum rökum sem að hníga í þessu átt með skynsemi. Og þannig það að þegar við erum að tala gjaldtöku á svæðinu þá myndum við orða það var að skemmta skrattanum ef við ætlum að fara að koma upp slíku kerfi hérna niðri sem að yrði til þess að æra óstöðuðan. Og svo auk þess þyrfti að hafa sérstakann eftirlitsmann í bílageymslunum því að hans staða það hans fulla staða, hann gæti ekki annars neitt annan hvorki þrif eða annan viðhaldsrekstur í þeim. Og þess vegna samið við bæinn. Í blaðinu Hamraborgin sem var gefið út 27. apríl 1993 kom eftirfarandi frétt. Föstudaginn 19. mars 1993 var haldinn fundur með fulltrúum Hamraborgarráðs og fulltrúum Kópavogskaupstaðar. Þetta var 4. fundur Hamraborgarnefndarinnar og nú lágu fyrir fyrsta sinn drög að samningum aðeina sem setja mun mark sitt á samningaviðræður og sem vonandi leiði til frambúð og lausnar á vandamálum Hamraborgarinnar, þó ljóst að erfitt verkefni bíður samningamannanna. Og það alveg greinilegt að það var mjög erfitt verk sem beið framönda vegna þess að Kópavogskaupstaður sagði ágætu Hamraborgarbúar við eigum ekki nema 18% í geymslunum þýði í 82%, en það kostar heilmikið að gera við þær, við skulum annars framkvæmdirnar að því hvernig að gera viðtalssamlega, við skulum rikka ykkur 82% og við skulum borga 18%. Það ekkert vandamál, bara að segja hvernig þið viljið byrja. En við vorum ekki alveg ánægð með þessa skýringu vegna þess að þegar við töluðum fyrstu, þar að segja eins og við komum að í upphafi mín máls, þar sem við 18. grein lóðalagi og samningsins þess að talaður umferð, hinn almennu umferð í gegnum bifreiðageymsluna sem að Kópavogskaupstaður áskildi sér rétt til þess að hafa, bæði gegnum geymslunar og svo í gegnum garðin, það væri til almennings afnóta þó svo húseigendur ættu þetta, og það skal tekja fram að hver einasti húseigandi á ekkert neitt sérstakt stæði, heldur ótilgreint stæði sem þýðir hugmyndafræðilega eitthvað stæði af öllu þessum sem þarna eru niðri. En það þýðir líka það að Kópavogskaupstaður sagði þess vegna megum við láta alla íbúa Kópavogskaupstaðar á henni venjulega verslunartíma nota þessi stæði sem almenningsafnot. En aftur á móti, eins og þetta standur samkvæmt reglunum, þá ætlast til þess að eftir þann tíma eftir að verslunum lokað að þá séu húseigendur, þar séu íbúðaeigendur, að þeir hafi forgangsrétt að þessum stæðum. Þannig það hugsað. Og með þá reglu í huga getur undir mörgum kringumstæðum ef það eitthvað óviðkomandi bifreiðar í geymslunum þá getur við látið fjarlægar með ákveðnu valdi, en hins vegar verður að fara fram mjög nákvæm rannsókn áður en það gert.
En hvað sem því lítur, þá þýðir það einfallega það að 18. greinin sem að leyfi Kópavogsbæ þessa umferð í gegn og bæði gegnum bílageymsluna og garðinn, hún segir til akkord þetta sem þarna kemur fram í Hamraborginni, í blaðinu, að samningarnir voru mjög erfiðir framundan. Og þarna sjáum við blaðið. Þetta var tímamóta fundur með bæjarfulltrúunum og þetta var það líka. Og það var mjög erfitt að fara í gegnum þetta samningaferli og samningarnir tókust. Og enn kom í Hamraborginni 11. maí 1993. 45 í stað 82%. Það þýðir einfallega það, samningar voru undirritaðir föstudaginn 7. maí síðastliðinn á milli fulltrúa og Kópavogskaupstaðar annars vegar og samningar nefndar Hamraborgarráðs hins vegar, með þeim fyrirvara þó að þeir verið samþykktir á almennu húsfundi í félagsins 27. maí næstkomandi. Með þessu samningum er lokið rétt 18 ára martröð þessara aðila garðinn og bílageymslurnar. Gróflega skiptist kostnaður á milli Kópavogs 55% og húseigenda 45%. Er því von þeirra sem staðið hafa samningaviðræðunum að sem flesti kynni sér málavöxtu og komi á boðaðan fund Hamraborgarráðsins og greiði atkvæði samningin. Já, svo mörg voru þau orð, enda líka þegar upp var staðið. Þá var akkurat þetta sem við vorum að bíða eftir. Við sögðum við þá. Það er mjög einfalt. Bærinn hefur umferðir eftir gegnum bifreiðageymslurnar, þetta er svona hluti á götu. Þér féllust það. Garðurinn er líka ákveðið ónæði. Við ákveðum tíma, þér féllust það líka. Það var sem sagt svo var niðurstaðan, þetta var 45-55%. Við fórum fram á 60%. Þeir börðu borðu sig nei. Ef við gangi ekki af þessu samningum, þá er einfalt mál. Við látum framkvæma viðgerðir á bílageymslunum eða láta bara fylla upp í þær, annarkvort eða, og ef að þeim loknum, þá myndum við bara borga 18% en rukka ykkur 82%. Þetta voru skilaboðin. Og þeir komu líka á fundin og þeir sögðu þetta þar, á þessum ágæta fundi sem þessi ákveðna tekin að þeir myndu einfallega sjá framkvæmdina með þessum hætti, borga annars sjálfur bara 18% en 82% yrði húseigendur að greiða. Svo þarna var úrslitakosti að ræða. Nákvæmlega þá úrslitakosti sem við komum til með, eða afarkostir eins og sagt sem við komum til með að þurfa að sæta núna í dag. Og það eru þeir kostir sem ég kem að á eftir, því að okkur tókst að ná þessum samningum með 55 og 45% með sameiginlegu átaki. Þess vegna finnst mér mjög nauðsynlegt að núna þann 27. apríl næstkomandi þegar við hittumst að við náum sömu samstöðu þá samninga sem við erum núna þegar búin að gera við Kópavogskaupstað lúkningu á þessum gjöldum vegna þessa framkvæmda sem unnar voru í geymslunum. Og þess að þetta kemur fram að það eru sem sagt núna bara 45% í stað 82%. Og samningandi tókust þess að þetta kemur fram og þarna sjáum við blaðið Hamraborgina sem að sagði frá þessari ágætu frétt hvernig samninga tókust og ég vona að þeir hafa verið til þess að boða gæfu hér inn í Hamraborgina.